Yeah. And you just open up the A tiny little bit so it sounds a bit higher, okay? Yeah. Þegar byrjaði á því það var fólk farið að spurði svolítið fljótt út þessi kunnátta mín og við byrjaði að fá fólk víða að með ég bjó í Amsterdam og það hefur haldið áfram síðan ég kom heim. Og hingað hef ég fengið fólk frá Baltísku löndunum, frá Wales, Lundunum, margir frá Hollandi, frá Belgíu, frá Kína og víða að Ameríku, Svíþjóð og já, mörgum stöðum, Frakklandi. Og þá koma þau hingað. En nú COVID. Þannig að nú kemur enginn. En þau komu hingað og bjuggu bara hér? Bjuggu niðri, já. Hér hjá þér. Neðsta hæðin, þetta 3 hæða hús. Og neðsta hæðin fer bara undir tónlist. Sem sé með 2 herbergi og eldhús niðri. Og svo ég með stúdíóið niðri. Og það alveg fullkomin íbúð með öllu sem við á étt eins og það stendur. Ja. Alleen de strengen, het is streng genoeg. Also Okay. Strengen. Gott, ja. Ingrid Nuchteren, hún var hjá kennara í Utrecht og var mjög illa stödd. Og við vorum þarna 3 sem að byrjuðum á sama tíma við kennsluna þarna í Utrecht. Og hún var mjög óánægð hjá þessum kennari sem hún var hjá, en það var erfitt að skipta víst og hún spyr hvort megi koma í pröfutíma hjá mér. Ég sagði, gjörðu svo vel, sagði ég, ekkert á móti því. Og nema það að það smellur, það sem ég var að kenna
hún getur nýtt sér það, hún hættir hjá þessum kennara sínum og kemur til mín og mjög illa stödd og var að syngja allt aríur og þetta hár sópran og svo þannig að röddin fyrir að koma í ljós og bregður hann alveg óstjórnlega við. So I came to Ólafsfjörður in the beginning of January to prepare for a concert with music of Brahms. So we sung here in Ólafsfjörður in the beautiful Tjarnaborg with 4 singers and 2 piano players, and we did a Brahms program with pieces that you do not perform so often because you need 4 singers and they need to be well prepared and yeah, so that's what we did. And then there was the situation that Nonny fell and he broke his ribs, and I decided to stay and took over his students. So I've been teaching here for 7 weeks already, and the next week will be the last one, and then I go back to Utrecht. Yeah. Beauty stop. This was more. Okay. This was beautiful modulation. Okay. Very, 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 very good. En hún fyrirtagssöngkona og fyrirtagssöngkona og syngur mjög víða. Náttúrulega það syngur engin eitt í Evrópu í dag eða fáir út af þessu COVID. Hún vil helst bara koma og vera hérna og ég býst að hún komi í sumar og verði hérna einhvern tíma. Og hún hefur verið minn aðstoðarkona bæði hérna heima, þegar verið með námskeiðin og líka úti. Og hún mjög dugleg að læra íslensku. Mjög dugleg. Jón has been my singing teacher in the Netherlands. So I came to him when I was in the bachelor as a classical singing student, and I did my exam with him, and I decided that I wanted to learn more of him. So I took a master as well in 2 years. I did a master degree, and I was very often in his teaching room to listen to his teaching, to his method or to his approach of all the different students and their different voices, and I wanted to learn that as well. So I spent a lot of time sitting and listening and thinking about all the things that I didn't get yet. Yeah. So you decided that Jón was the teacher? Yeah, for me, yes. Because I am able to sing now, and it was quite dramatic before. Yeah. Og það voru gaman að þessum hollenskum nemendum, sérstaklega þeim sem koma hinga og reyna að læra svolítið íslensku, mjög gaman að því. Eru þeir duglegastir? Já, hollendingar eru svo mikli málamenn yfirleitt. Tala mörg mál, eiga margir hverjir mjög létt með að læra önnur mál. En það náttúrulega fáir sem að tala þeirra mál. Þú talar þeirra mál? Já, eftir 38 ára búsetu, það skára að verða. Ég veit ekki voðalega vænt hollenskuna, hún er svolítið merkilegt mál. Það. Og það mikið af hljóðum í henni sem að heyri hvergi öðrum málum. Það ekki út af þessu hljóði, því það er bara í flestum málum eins og rússnesku og öllu þessum slavnesku málum. Og víða náttúrulega í mállýskum bæði í Frakklandi og í Þýskalandi náttúrulega. Já, svo náttúrulega var ég orðinn fastur ég glemdi að segja frá því. Ég var orðinn fastur þjálfari við Ríkisóperunni í Tallinn. Og fór þangað síðast í október 2019. Og átti að fara aftur í febrúar fyrra og júlí fyrra og svo var náttúrulega ekkert að því. En það er gífurlega skemmtilega vinna. Óskaplega skemmtilega vinna.
og eins og segir maður veit ekki hvað framtíðin byrja skaut í sér. Nei.